náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Guðmundur Fylkisson, velkomin í Þvottahúsið. Takk fyrir. Sko, ég skrifa hérna hjá mér, lögreglumaður til margra ára, aðal varðstjóri hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Eitt af megin verkefnum þínum að sinna leit að einstaklingum, einna helst ungmennum. Í gegnum árin hefur einnig sinnt samningaviðræðum fyrir hönd sérsveitarinnar, til dæmis þegar einstaklingar eru í sjálfsvís hugliðingum. En í 8 ár hefur leitað og oft fundið týnd börn og unglinga. Og þetta semst verkefni sem hófst sem einsás tilrauna verkefni, altså það var í nóvember 2014, er núna orðið fast bara verkefni sem þú sinnir einn leitinni en hefur þér til aðstoða lögregluna þá í heild sinni. Þetta ekki rétt hjá mér? Svona, jú, Grómundráttur. það vantar helling inn í þetta samt, sko. Algjörlega, ég efast ekki það, sko. Ég byrjaði sem lögga á Ísafirði 1985, það er komið 37 ári í haust, sko. Já, því nú er hérna næsta spurning, sko, hver er sagaðin innan lögreglunar og hvernig endur það svo í þessu verkefni sem er svona frekar sérhæft innan lögreglunar? Okkur var það ekki fyrr? Hvað var á undan, sko? Já. Farða aðeins inn í þetta, svo er ég með hérna nokkra spurningar sem út frá því. Ok, ég byrjaði sem lögreglumar í Ísafirði 1985. Það tengist því að ég byrjaði reyndar á sjúkrabíl 83 og slökkvistöðin og löggustöðin í sama húsi. Og svo þegar ég var 20 sem var haustið 85 þá var sumarvinnan búin í slökkviliðinu og þá var maður búin að kynna strákonum sem að voru löggumegin, þá lá bara beinast við að fara og vinna þar. Þannig detti inn í lögguna er nú bara vegna þessara svona samvinnu. Fyrir rælni. Fyrir rælni. Fór reyndar í burtu í 2 ár og gerðist slöngutemjari hérna á höfuðborgarsvæðinu, slökkulinn í Hafnarfirði. Sáum gabbútköllin og gamla bílnum og svona. Gabbútköll? Þetta var ákveður slökkulinn í Hafnarfirði með gamla Fordbíl. Já. Hann notar, þú kannt ekki Hafnarfirði. Jú, ég maður fattaði það núna, sko. Jesús minn, veistu okkur... Ég var að koma útilegu. Veistu okkur slökkulsmenn notar rauða axlabönd? Nei. Til að halda upp í buxunum. Einmitt. Ég fer síðan aftur á Ísafjörð 89 og semst raun og veru búin að vera samfellt í löggunni þá. Ég kem svo hérna söður 98. Ég fyrir vestan snjóflóðárin 94-95 Tungudalur, Súðavík, Flateyri og svona eftir það þá svona hvað á að segja þá svona kallaði það á að skipta umhverfi. Ég fættur Ísfirðingur, allt mitt fólk þannig að sé þar. Þá giftur konu sem var Hafnarfirði. En það var bara svona... Það áföll? Nei, ekki áföll. Þetta er bara eftir svona stóra viðburði, þá var eiginlega ekkert sem var að gerast í okkur svona áskorun. Hvað meinar með því? Ekki svona þannig að sé krefjandi verkefni. Maður var búin að takast á við risa viðburði eins og þessar hamfarir og svo var maður bara að slást við fólk í Hnífsdal sem var á balli hjá Fúsa í Hnífsdal og eitthvað svona, sko. Þannig að auðvitað komið mál, en það var svona það er miklu rólegra umhverju allt, þannig að það var svona hýtt á það að flytja bæinn. Sækirðu í spennu? Þá? Já. Spennu? Ég hef bara gaman af að takast á við krefjandi hluti, vinna undir álagi en hafa það rólið þess á milli. Já, vinna undir álagi. Já, spenna, jú, það má kannski segja að maður byrjar 17 á sjúkrabíl, þá svona, það er spenna í kringum það. Já. Ég byrja þá hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, fljótlega komið þar inn á fjarskiptin eða stjórnstöð lögreglunar og síðan 2000 þá er talstöðarvæðingin, hún er gerð stafræn og dulkóðuð, farið yfir í Tetra og þá er sett á lakirnar þessi fjarskiptamiðstöð lögreglu. Hvaða árið þetta? Þetta er 2000. Já. Er ekki hvenær var þjóðvegarhátíðin, Þingvallahátíðin? Það var fyrr. Nei, þetta er bara tengist henni, sko. Tetradótið. Og NATO-fundi, þetta var allt 7. júní byrjuðu, eða 19. júní fór fjarskiptamiðstöðin í gang. Það að hafa verið á fjarskiptunum hjá Reykjavík, stjórnstöðin þar,
þá datt ég pínlut inn í þennan hóp samningamanna sem tengdu sérsveitinni. Það var svona blandaður hópur og síðan Er þetta þá eitthvað svona sér... Fylgdi það svolítið svona með þegar maður var komin upp á fjarskiptamiðstöðina. En hvað þýðir það að blandast inn í þennan hóp? Ég meina, hvað það sem hópur hefur? Þetta eru bara lögreglumenn sem að hafa misjafna reynslu og þetta voru rannsóknarlögreglumenn, varastjórnmenn með sem voru búin að fara erlendis og námskeið og slíkt, læra þetta og það þurfti náttúrulega bara fleiri hendur og meiri mannskap og ég gat bæði hlusta og talað. Það var kannski það sem að... Ég er að segja það, krefst þetta ekki svona svolítið þess að maður hafi þetta kannski líka svolítið í sér? Jú, en það starfið inn á fjarskiptunum snýr svolítið að því að hlusta á bara allt frá því að tilkynna kött upp í tré og síðan upp í alls konar stóra hluti, þannig að hluti af starfinu þar voru eins konar samningaviðræður þó það var ekki búið að ræsa út eitthvað stórt batteri eða sérsveitið eitthvað slíkt. Þannig að þetta fer fram í gegnum síma, gerir það fyrir? Mikið til en samningahópurinn var síðan með búna til þess að fara á vettvang. Og ég er nú ég skal segja ykkur, er einn af þeim sem er í félagskap sem snýraða lögregluminnum, það eru með lögregluminnasafni og núna vorum við með að fá stórt tæki sem heitir svona rescue-phone sem er til þess að tengja saman og geta tekið upp og margir geti hlustað. Landlínuna, sko. Það er orðið úrelt fyrir bara í dag. En annars vegar er mannskapur sem að þarf að afla upplýsinga. Þess vegna voru kannski rannsóknarlögreglumenn hluta af þessum hópi. Síðan eru menn sem geta talað og geta hlustað og síðan þurfti náttúrulega að bæði að geta farið á staðinn. Þá þurftum við að hafa allan búna til þess til þess að geta farið á vettvang átt í beinum samskipti við fólki gegnum gjallarhorn eða hvernig sem er. Og þetta er þá oft á tíðum eins og ég skrifa hérna kannski fólk sem er í vanlíðan og er að hóta sjálfsvígum Já, er það. Og í raun og veru flest verkefni voru kannski þannig. Sem betur fyrir eru ekki með hryðjuverk eða eitthvað slíkt. Við erum gíslataka eða eitthvað svoleiðis og síðustu. Ég man ekki eftir einhverju slíku sko sem að en án þess að það verið að kalla hópinn út í eitthvað verkefni, þá var maður bara fást við þetta oft á tíðan bara í vinnunni. Ertu ennþá í einhverjum svona skipulögum hóp innan lögreglunar? Þetta er orðið mun svona sérhæðar á... Í dag er þetta á höndum starfsmanna ríkislögreglustjóra. Ég held að sé einhver hluta ríkislögreglustjóra sem er í þessu. Er þetta alltaf sem einhver er á vakt sem er þá passað að einhver er á vakt sem sér að vera þessu? Er þetta eins og bíómyndana sem er hringt í hann og hann vaknar og konan er við hliðin og svoandi og hann ríkur á stað? Er það bara í grunninn svoleiðis? Já. Okay. En það náttúrulega eru ennþá í einhverju starfsmenn fjarskiptamiðstöðvar, þannig þeir gætu verið á vaktinni. En þá þeir náttúrulega þurfa að sinna öllu landinu með þeir verkefni sem kom upp. Þannig að það er kannski ekkit auðvelt fyrir þá hlaup út en kall út. Við vorum konið 2000? Já, þannig að ég byrja þarna 2000 inn á fjarskiptum. Ég fer síðan friðargæslu til Bosníu 2007 og til 2008. Kem þá heima aftur og aftur inn á fjarskipti og þá komum við að þessu verkefni. Því að í október 2014 deyr stelpa 3 dögum fyrir 16 ára afmæli sitt, minnum mig. Og var þetta þá bara, ég meina, eitthvað svona einsdæmi? Eða? Nei, það voru búin að deyja held ég 2 eða 3 ár úr þessum hópi, ekki endilega börn en úr þessum hópi. En tíminn þarna 2014 sko, miðað við hvernig... Sigríður Björk var nýtekið við sem lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, ég held að hann tekið við þetta sumarið. Og hún vildi fara að skoða hvort að lögreglan gæti á eitthvað nátt bætt verklag vinnulagi sitt í þessum málum. Við erum að tala ungmenni sem létust úr ofneyslu. Já, sem voru í raun og verið að tínast, já, og þá þetta var sami hópur þannig laga sér. Og hún hringir í mig og ég held reyndar að við Sigríður Björk þekkist, hún var skattsstjóri Ísafirði þegar ég var í löggunni. Við vorum saman í stjórnarnámi 2004-2005 eitthvað slíku. Ég held hún var að fara að spurja mig hvort ég þekkti eitthvað sem að gæti farið í þetta. En hún fór að lýsa verkefninu, en hún spurði hvort ég væri til í að. Og hver var lýsingin á verkefninu? Það var raun og veru að skoða hvort að lögreglan gæti gert eitthvað betur og búa til í raun og veru verklag það.
því að ég nú Þá erum við að tala um samskipti við ungmenni eða nei, í raun og veru bara við þennan málaflokk, þegar að ræða börn í stróki, hvernig lögreglan á hvernig hún á að bregðast við þegar börn hverfa þegar börn í stróki þegar að beðin og leita þeim bursið frá aðstæðum, neyslu, ekki neyslu og svo framvegis bara. Og hvernig voru þið að bregðast við áður? Hvað var gert? Á þessum tíma eru 5 lögreglustöðvar Já. á höfuðborgarsvæðinu og sem sagt verklega ferillin í þessu sá að foreldrar hafa samband við barnavernd og barnavernd sendir formlega beiðni á lögreglu leita barni. Foreldrar hringja ekki beint bara í lögregluna? Nei, ekki hér á höfuðborgarsvæðinu. Er þetta nú hraðvirkt kerfi? Já, annars staðar á landinu það þannig að það eitt af því sem að ennþá á eftir að vera samræma, að hlutinni séu eins. En á bakvið þetta hér það að hvað á að gera þegar barni finnst. Á þessum tíma var það kannski svolítið algengt að börn væri að fara upp á stuðla neyðavistun. Það ekki ákvörðun lögreglu, það ákvörðun barnaverndar yfirvalda. Þannig að þetta var bara eðlilegt að það væri foreldrar að hringja í barnavernd og barnavernd sendi beiðnina á lögreglu. Þannig að segja svo ég er með barni sem er horfið í stróki, ég veit að það er strókið og ég hringi í lögregluna á þessum tíma, þá í rauninni mér sagt að hafa sambandi við barnavernd. Já, sem er á bakvakt. Þannig ég þarf að hringja annað símtal og svo fer beiðni þaðan til lögreglunar. Já, hún kemur í tölvupósti. Já, ok. Sem vöktu þarna sólarhringin. Þá komum við að hluti sem við þurfum að laga. Það á þessum tíma þessar 5 lögreglustöðvar og hver lögreglustöð ábyrg fyrir sínu svæði. Þannig að krakki sem átti lögheimili í Breiðholti, það var lögreglustöðin í Kópavogi sem átti það. Krakki sem átti heima upp í Hraunbæ eða Grafavogi, Mosbæ, það lögreglustöðin upp í Vínlandi. Og krakki sem átti heima í Garðabæ, Hafnarfjörður og Bessan, það Hafnarfjörður. Ekki bara 2 gaurar þar eða eitthvað? Nei. Það eru allar þessar stöðvar eru ágætlega mannaðar. Okay. En það var þannig að varðstjórinn á hverju stöð, hann var faktisk í ábyrgu fyrir því að móttaka på tölvupóstin, en hann var kannski bara út að vinna. Og á þessum tíma var nú ekki þannig að þeir fengi tölvupósti í símannin. Nei. Það var ekki, varðstjórasími var ekki þannig að það væri, ég veit ekki einu sinni hvort. Því þetta meikaði fullkomið sens, þá þú komst að e-mail fyrir mér sko. Já, en og það sem að ég kemst að mjög fljótt það að það tók okkur að meðaltali 8 klukkutíma að bregðast við svona tölvupósti og fór allt upp í 3 sólarhringa. Wow. Og það kannski ræðst að því að tölvupóstur kemur rétt í kringu vaktskipti og menn átta sig ekki á því að sá sem að var að taka við eða var verið að taka við af hafði ekkert gert í þessu. Var ekkert hringt eitthvað til þess að láta vita að póstur hafi verið sendur á stað? Nei. Okay. Einhverju tilfellum hugsanlega en það jafnaði ekki. Þannig að þetta var eitthvað sem við sáum að við erum að reyna að stytta og bæta. Þá fór ég náttúrulega í minn gamla vinnustað, fjarskiptameistur. Því það náttúrulega að sitja menn allan sólarhringinn við tölvu og síma og að fylgjast með erlendum samskiptum í tölvupósta og annað slíkt. Ég held að þetta nú ekki verið mikið mál fyrir að bæta þess á sig. En þá var ég sendur tilbaka. Þetta var nú eitthvað sem við erum aðeins að laga, að taka til okkar eigin garði fyrst. Og markmiðið var í raun og var að komast undir klukkutíma, í cirka klukkutíma. Langflesta beinir að koma frá 10 kvöldin til 2 nætunar. Strætó hættir í kringum miðnætti. Og það svo gott að ná þessu af stað áður en að strætó hætti því að þau ferðast á milli strætó. Og þetta þýðir það að þegar kemur tölvupóstur þá hann móttekinn, krakki, þetta skráð í lög, krakkin skráður eftirlýstur, kemur eftirlýstur og þeir eru í stróki, þannig að við kennitölunum flett upp og kemur svona gluggi. Þegar ég var komin niður í 2 tíma, þá fór ég aftur í minn gamla vinnustað og þá voru þeir tilbúnir að koma með okkur í þetta. Þeir hafa séð það síðan og núna erum við í svona 14-15 mínútum að meðaltali. Auðvitað koma tímar þar sem það getur orðið lengra en mjög oft þetta líka bara 2-3-4 mínútur. Það sem búið að skrá málið og kalla út lýsing á krakkanum til þess sem að vinna út. Ég veit ekki hvort þú tekið eftir, við byrjum okkar samskiptina fyrir þáttinn í gegnum Messenger, altså Facebook, og þú varst svolítið lengi að svara á einhvern tímúti. Og fólk getur verið sumir eru mikið á Facebook og Messenger og annað. Það er lengi að svara. Ég getur bara að verið svo. Nei, hlusta, þannig að svo þurfti ég að breyta ykkur dagsningu, en ég þurfti að senda þér skilaboð og þú þurftir að móttaka þessum fyrst. Og þá hringi ég í mann
sem ég þekki persónulega og ég veit að hefur verið að glíma við það í gegnum tíðina og átt dóttur sem hefur verið í strókum hjá hann og þann og komin á beinubrautina núna sem betur fyrir en það var mikið vesen og hann var bara með símanúmer í hæður og hann hafði sem sagt bara átt mjög persónuleg samskipti við þig og haft greiðan aðgang að þér þegar þetta var að gerast trekk í trekk og ég fekk númerið og sendið SMS þannig að ég meina þetta hlýtur að vera orðið miklu skilvirkara þegar það er komin bara eitthvað klettur hann inni sem bara tekur á þessu. Þetta var þannig að það var þrískipta vaktir, 8 tíma vaktir, það var að skipta 3 sólarhringum stjórnanda á hverju stöð. Þannig að hlutirnir voru kannski ekkit endilega berast á milli og það var engin svona að fókusera á þetta verkefni. Þetta er mitt aðra starf er að eltast við þessar leitabeinir og síðan ég vinn tilheyri kynferðisbrotadeildinni. Þannig að þegar það er rólegu tími hjá mér og þá er ég að sinna þar svona handavinnu fyrir kynferðisbrotin. Ég er ekki í rannsóknum á kynferðisbrotum. Ég er að vinna þá fyrir þau í eltast við upptökur eða fara með sönnunargögn á milli staða og annað slíkt. En þetta er náttúrulega bara fókusinn á þetta. En það því að þegar þú kynntir þetta inn þá varstu að tala um að þetta hefði verið sett til árs. Mér tókst bara mjög fljótlega að eigna mér þetta. Það er að segja ég náði vel til krakkana, náði trustinu til foreldrana. Fór þetta að skila sér strax, eða svona skila árangri? Það gerði mjög fljótt. Og það var til dæmis, við oft eru spurður hver er mælikvarðinn? Og það var svo sem aldrei ákveðið hver er mælikvarðinn, þannig að ég átti að útbúa verklag fyrir aðra. En við vorum þó sammála það að mælikvarðinn væri því mannslíf. Og síðan þetta byrjaði hefur enginn úr þessum hópi látist sem barn. En af 390 krökkum sem ég er búin að leita að sinni byrjaði, einstaklingum, eru 4 látin. 2 sem þau æmist sjálfsvíg eða ofneysla. Þannig að þegar árið var liðið þá var óskað eftir að ég yrði aðeins áfram og síðan var bara spurt, þú vilt ekki bara fara alveg í þetta og ég bara tók þá ákvörðun að gera það. Það var orðið, ef maður skoðast feril minn, þá hef ég verið að skipta á svona 7-8 fresti vettvang. Núna er ég bara verið á gamall, ég ekki eftir að verða í þessu þetta ég hætti, Því ég er að verða komin í 8 ári núna í haust, Þetta er spurning hérna sem kemur hérna setna, við langar einmitt að fara í þetta. En er þetta geta ómikið fyrir einn mann í raun og veru? Er það að setja nóg mikið púður í þetta? Ég hef oft verið spurður að því hvort það væri ekki ráð að hafa annan. Þetta kemur í svona sveiflum og ég hef verið sagt að það má segja orða sem svo að það sé svona almannafé ætla að vera með annan í fullu starfi í þessu. Ef annar gæti verið með mér eða við 2 eða 2 sem að hefðu síðan einhver önnur verkefni með, þá er það svo sem í góðu lagi. Hitt er það að ég myndi alveg þykja það stundum að það væri eitthvað sem er að vinna með mér, það kom upp þar aðstæður, það væri voru gott að vera 2. En svo er líka tortryggnin að það sem ég er búin að byggja upp á 8 árum getur annar eyðilagt á einu degi. Svo er það. Þannig að ég sé líka hluti að þeim vanda að það skulle ekki vera einhver annar komin inn. Ég hef með þeirta að það ríkir mikið traust, altså þessi krakkar eru að treysta þér og þau þekkja þig og tengjast þér. Það er líka verið þess að við erum nú tvennt. Ég ákvað það að ég myndi aldrei ljúga þeim og ég myndi ekki plata þau, ég tek ekki þátt í því. Foreldrar hafa vilja plata þau heim. Ég skil. Og sagt heyrðu, það er búið að ákvað krakkina að fara upp á neyðvistustuðla. Svona viss valdefling í því að leyfa þeim einhvern veginn að koma á eigin forsendum, þannig. Já, en samt þá var foreldrar sagt, heyrðu, við segjum að hann er bara að koma heim og svo komið því bara á tækjan og fara með stuðla. Nei, ég er ekki þar. Nei, ég skil. Ég segi bara, þó ég viti það muni þýða 1 eða 2 daga lengur í að leita, þá krakki spyr ég fór að stuðla og segi bara já. Og þannig að koma hreint fram með þau með þetta, ekki plata þau, og líka að reyna að fara svolítið, að reyna að komast niður á þeirra, maður þarf að haga sér eins unglingur. Á ákveðin hluta. Ég meina, er þetta ekki bara að koma fram af virðingu? Ég meina, halló, þú veist ekki vera að ljúga að fólki? Jú. Hversu börn eða fullorðnir? Jú. Og það er ekkert endilega allir foreldrar sáttu við þetta. Nei.
en aftur á móti hefur þetta gengið út af þessu. Hefur skilað árangri. árangri. En þú segir hérna, hvað sagði, 390 börn sem þú hefur leitað af á þessum tíma. Já, mér finnur cirka kennitöluna séu farnar að slá í 400. En ég meina, þú veist, þessi félagi minn sem ég nefndi þarna áðan, ég meina, þú leitaðar að þessum tiltekna einstakling oft. Já, þannig að við hljótum að vera að tala 50 plus á einn einstakling, sko. Já, hann er sko, þá stór hluti af þessum krökkum, þá hefur þú þurft að vera að leita af aftur og aftur, ekki? Nei, nú þurfum við pílunitið að fara í tölfræði. Ok. Í hverjum árgangi eru cirka 4.500 krakkar. Aha. 4.000 til 4.500 krakkar. Á landsvísu eða Reykjavík? Á landsvísu. Já. Ég er með kannski 25-30. Já. Í hverjum árgangi? Í hverjum árgangi. Já. Hvað er þetta í prósentum? Já, það er sko 0, eitthvað. Já, það ekki? Já. Ok, þannig að hvar voru við? Já, því ég týni með stundum. Í tölfræðinni? Já. Þannig að á hverju ári er ég með 80 til 100 einstaklinga. Já. Og á hverju ári er helmingurinn nýr. Hefur ekki komið sögu áður. Já. Og hinn helmingur á einhverja sögu hjá mér áður. Einhverja sögu, mislanga. Cirka 25% fram að þessu ári, það breytist á þessu ári, 25% er ég að leita 4 sinnum oftar. Ég er bara ákvað að nota duluna 4. Það sem eru 4 leitabeinir, á cirka 10% eru 10 leitabeinir eða fleiri. Og síðan koma einstaklingar sem eru með kannski 22-23 ára á ári, en hafa þá á þessum 3-4 árum sem ég er með þannig að sé í höndunum, farið hæst yfir 50. Já, og svo á einhverjum tímapunkti þá auðvitað bara detta þessi einstaklingar úr þínum hóp. Svo verða þau fullorðin. Já, og það er þá hvað aldur það? 18. Þannig að á einni sekundu breytist ekkert annað en í þeirra umhverfi en að þau verða 18 sjálfráða einstaklingar. Þeirra vandi, þeirra umhverfi, ekkert, það er engin breyting. Nema þau standa að neginn. Og hvað þessi hópur, þessi 390 börn eða unglingar, hvaða aldur er þetta? Yngstu, meðalaldurinn er náttúrulega alltaf 14,5, 15,5 á milli, þú veist, á milli ára. Ef maður nota bara almanaksárið, þá hefur þetta verið að detta frá 14, eitthvað upp í 15, eitthvað. Það er bara eðlilegu hluti. Yngstu eru 10 ára, það er leitabinn í raun og vera ætti ekki að fara á mig. Nei. En ég er að leita að krakka bara kortir í 18, það er sér daginn áður að vera 18 ára. En þess að það er bara verið að reyna og það er bara, við höfum tekið það samtal í og barnavernd að markmiðið er að þetta barn allavega degi ekki sem barn. Staðan á neyslustaðan eða veikindi barnsins er það mikil að það er verið að reyna allt til þess að það gerist ekki. En ertu með einhverja... Það hefur legið stundum mjög tæft. Já, það ekki. Það er alveg tilfelli. En er ekki erfitt þá að sleppa tökunum á þessu svona þegar að... Hver sleppir tökunum á það? Þú út með einhverja einstakling sem þú út búin að vera að sinna og finna og kynnast og svo bara 18 þá er þetta komið út fyrir þínar hendur? Jú, ég er náttúrulega, hef ekki, þetta er fulláttur einstaklingar og það er raun og veru, foreldrarnir eru oft, þau eru ekki tilbúin að sleppa tökunum. Ég aftur á móti þarf bara að standa skýri með það að ég er ekki að fara að leita krakkarum eftir henni 18 ára. Ég er kannski í samskiptum við þau. Já, ég skil. Okay. Foreldrar leita til mín vegna þess að krakkin svarar mér en ekki þeim. Eru þau með númerið þitt? Já, ég hringi alltaf, það var eitt af því sem ég gerði bara strax. Ég er ekki með leyninúmer. Foreldrarnir fá númerið mitt þegar í langflestum tilfellum þegar ég fæ leitabeiðni í fiskit, þá hringi ég bara. Eða sendi SMS, það sama ger ég með krakkana og ég hef sagt við þessi krakka sem er að glíma mest af vandan að þeim geymiði númerið mitt. Þannig að ef maður skoðar gamlar sögur sem ekkert endra mjög gamlar, þá er það sögur krakkana það sem að þau segja ég hafði ekki neinn að ringja. Og ég er alveg að fá símtöl jafnvel 2-3 árum eftir að viðkomandi verður fullorðinn einstaklingur. Manstu eftir þeim? Já. Ég man eftir þessum krökkum sem ég er að leita aftur og aftur. Já. Og hvað með tölfræði, altså kynja hlutfall? Það er nefnilega nokkuð jafnt. Það er ekkert mjög mikill munur þar á. Nei. Munurinn getur verið kannski innan almanaksársins ársins er það ekkert óalgengt að fyrir hlutan sé
annað kynið í herra hlutfalli sem að síðan jafnast út restina árinu og það kannski snýst árið eftir sko. Ég man ekki betur en að raun og veru sko, það sé mjög lítill munur ef við tökum bara heildina einstaklingandir annars vegar og síðan fylgdi leitabinu en ég meina við þurfum ekki hérna, ég man eftir einum einstakling sem ég held ég að fengi 15 leitabinu fyrsta mánuð ársins sko. Sem það skekkja alltaf tölfræði Já, einmitt það er líka góða við tölfræðina það er að leika sér Sko, ég fekk hérna eitthvað texta og frétt því að næsta spurning í rauninni bara af hverju eru þau í stroki við ætlum bara að lesa þetta upp hérna svo getur þú farið inn á þetta spurningin semst, af hverju eru þessi krakkar í stroki og það er semst að þú segir að hægt sé að skipta börnum í 4 hópa það eru börn sem eru í neyslu, börn sem glíma við andleg veikindi, óþekku krakkarnir og svo eru það sjálfstæðu krakkarnir sem oft eru undan jafnöldur sínum í þroska eru þess vegna ekki komin í neyslu en hættan svo sannarlega fyrir hendi Það eru óþekku krakkarnir Já, því þau tengjast oft eldri krökkum síðan er það 4. hópurinn, það er börn sem eru að flýja heimilis aðstæður Er þetta rétt? Já, þetta er mín skilgreining á þessu enn og aftur, ég er ekki með stúdinspróf sko ég er bara með áralanga reynslu Nei, ég varst að stúdinsprófum til hvað hjálpaði sérstaklega þannig Þetta er svona grófflokkunin mín í raun og veru á þessum hópi Ok, þannig að sko börn sem er í neyslu ok, og við byrjum á þeim Já, þau Hvernig er neyslu? Hvað er þetta að tala um? Alls konar, í raun og veru sprautu neyslu Er þetta ekki búið að aukast gríðarlega? Nei, það er nefnilega það sem að sprautu neyslan er að hverfa í þessum hópi Nó, í þessum hópi? Já, í mínum hópi sem ég er að vinna með skilur í dag Ok, okkur ætla það sé Já, sko þegar að ég hef yfirlt verið með svona 4, 5 upp í 6 kannski yfir árið Já. sem er í raun og veru ég held að sé ég bara svona einn eftir í dag sem að verður 18 ára þessu ári Alltaf sem þú veist að í virkri sprautunum Já, úr þessum hópi mínum, auðvitað eru þau síðan orðin 18 ára vera áfram í neyslu en þess að krakkarnir sem ég er að leita þannig að það hefur breyst Hvað eru þau þá að nota? Algengast er náttúrulega amfetamínið en svo náttúrulega er bara allt sem þau komast í og hefur ykkur áhrif á þau sko. Ég er að vona að sko, þetta sé kannski einn af árangurum verkefnisins að þessi hópur er að detta út og náttúrulega ekki bara út af þessu verkefni heldur líka bara því sem að kerfið er að gera barnavernakerfið og annað slíkt sko. Því nú er sko sprautuneysla almennt þá að aukast Já, það sem er aftur á móti sko, við vorum með hvað fyrir 2 árum síðan, það var náttúrulega offramboð hérna annars vegar á kókain og þá voru þau bara farin að kokka krakki sjálf Já, og við erum með unga krakka 5, 14, 15 ára sem er að taka sýru sem að fyrir maður sjálfan, menna sýra var eitthvað sem að menn á milli 40 og 50 voru að taka hérna áður fyrir og þekktist valla þau eru að leika sér að því grasið er náttúrulega hérna standard mikið til að því og í vetur vorum við mikið að glíma við spicy vape það var aftur ekki sko krakkar sem voru í stroki heldur voru bara hérna orðin mjög andlega veik og miklir erfiðleikar heima fyrir sem lögreglan þurfti að koma inn í vegna þess að þar voru kannski orðin átök eða eitthvað slíkt en þetta voru ekki krakkar sem voru að hlaupa út og stinga af Hvar færðu spice vape, hvar færðu þetta? Ertu að kaupa þetta í búðum eða? Ég veit það ekki Nei Fólk er náttúrulega að kaupa vape vökva út allt Já, þetta er náttúrulega bara vöku svo þú setur á Já, síðan er spurning eru menn að bæta út í þetta, blanda út í þetta einhverju sá til dæmis eins og Spice THC vökva eða hverju sem var Já. Það er náttúrulega alls konar sögur í gangi það að hérna annars getur menn keypt þetta eins og með bláu spóluna, menn getur keypt undir borðið eða það er einhver sem að kaupir þetta og blanda síðan út í sko. Ég skil en við höfum verið með bara alla flóruna í þessari neyslu sem er náttúrulega mikið sjokk þegar við erum að tala um börn hvernig stendur á því að börn eru með við erum að tala um 14-15 ára krakka eru með nánast daglega neyslu á kókaini
Það er svolítið hellað. Og hvernig fjármagnaður slík? Ja, nákvæmlega sko. Að að því að kóki hefur nýjöld verið talið svona í dýrari kantinum og það var spurningurinn var orðið offrambáð á því á tímabili og verðið lækkað og menn þurfti að koma þessu einhvern veginn frá sér. Já, en við erum aldrei að tala um eitthvað svona viðráðanlegt verð samt sem áður. Nei. Og svo náttúrulega kristallallir, MDMA og allt þetta dót. Þau eru nú voru bara í öllu sem eru í þessari neyslu. En læknadóp, sérðu mikið af því? Í dag nei, en það var fyrir, ekki, 1-2 ára síðan, þá var það því miður ansi mikið af því. Sko. Því núna... Enn og aftur, við þurfum að passa okkur á hvað er mikið, það er þess að minn hópur er lítill. Ég skil, einmitt. Þannig að þú... þarft svo lítið, sko. Já, einmitt. Þarft svo lítið til þess að mynda þessi frávik, sko. Og þessi, þegar áðurvast með þessa flokkun, það sem að var ég búin að segja að cirka helmingur og krökkunum á hverju ári kemur bara ein leitabinn og svo segja það aldrei aftur. Nei, skil. Þannig að það er þessi litli hópur sem verður eftir sem er í Ísland, en svo hefur þetta verið að breytast að þeim er að fjölga krökkunum sem eru með ýmsar greiningar eða einmitt andli veikindi og það er í raun og veru jafnvel erfiðari hópur heldur krakkandi sem eru í neyslunni. Af hverju? Það er öðruvísi að fást við þau. Þetta þá að tala um þá bara að díla við einhverfu og svoleiðis mál. Já, og maður þyrfti eiginlega bara að einhvern veginn að læra meira slíka hluti, sko. Hefur ekki þurft þess? Bara læra reynslunni. Já, því nú er bara boðið upp á sérstök svona námskeið, alltaf tala eins og með einhverfu og hvernig maður á að díla við og eiga samskipti við börn með einhverfu til dæmis. Ég þarf líka að sofa stundum. Já, skil. Er það? Þú stund. Þetta er eins og með að koma að hinga, sko, það er svo gaman. Gummi, getur þú komið þetta? Já, ekkert mál. Hvernig lítur út því að, já, hann Palli, hann var búin að lofa strúk ekki fyrir hann á mánudag, ég kemst inn á sunnudag. Þú veist, að því maður sér ekki mikið Áttu fjölskyldu? Ertu með fjölskyldu? Ég og 4 börn, ég er reyndar fráskilinn. Ég er reyndar hamingjusamlega fráskilinn. Já, það er gott. Í góðu samskiptum við mína móðu barnana minna og fæ reglulega kaffi og með því hjá fyrir tengdaforeldrum. Geggjað. Þetta myndi reyna á hjónabandið. Hvað sér við? Vinnan? Já, ég var reynda skilin áður ég fór í þetta, sko. Ég er að segja ef það væri hjónabandi staðar. Já, ég ætla það sé nefnilega kannski plúsin, sko, að vera einn, að því þá á maður auðveldara með því að bara stökk út þegar síminn pípar. Ég er náttúrulega slökkt á hljóðunum því að það er mikið gert grín að því hvernig síminn minn læti þegar að koma skilabóð, sko. En það er líka það að því ég þarf að vakna við símann þegar að koma tölvupóstur. En svo er áhugavert hvernig, sko, þú segir hérna óþekku krakkarnir og svo bandstrik, það eru sjálfstæðu krakkarnir. Já. Sko, eru sjálfstæðu krakkarnir óþekkir? Er það óþekkt að vera sjálfstæðir? Hvað þýðir þetta? Sko. Hvaða hópur er þetta? Ég var sjálfráða 16 ára. 15 ára gamall er ég komin í heimavist. Ég hringdi heim einu sinni í mánuði til þess að fá pening til að borga vistagjöldina mötuneyti. Í dag eru, sko, krakkarnir, það er klukkutími fram við útvistatíma og það er nánast komið leitabeinni. En það er ekkert öðruvísi í dag heldur en áður að það er alltaf ákveðin hópur sem er svona undan í þroska. Hann fittar ekki inn í sína jafnaldra. Hefur það eitthvað með heimilsaðstæður að gera? Nei, alls ekki. Ekkert endilega? Nei, ekkert endilega. Þetta er bara, þau eru og þau eru ekkert endilega tilbúin að vera heima með fjölskyldinu að horfa á sumarlandan klukkan 9 á föstudagskvöldi. Þau vilja bara vera út yfir helgina. Þessi hópur er náttúrulega 15, 16, 17 eldri heldur en ekki þessi eiginlegu ungu börn, sko. Þannig að þau eru svona í smá uppreisn og þau eru svolítið að reyna á sjálfstæðir og það er einmitt nokkuð algengt þessi krakkar sem ég er að fá eina leitabein á. Það er kannski búið að vera að reyna á mörkin heima. Það er að segja, þú veist, ef þú kemur ekki á þá læt ég löggur að leita þér, sko. Svo gerist það. Krakkin fær SMS frá mér. Ég heiti Gummi lögga, komið leitabeini og getum við spjallaði hvert er planið. Hálftíma seinna komin heim. Þannig að þú veist, þau eru svona að reyna á þessi mörk. En svo er náttúrulega það sem að með fjölbreytileika sem að það er þau geta verið ansi erfið
sem sagt krakkar, unglingar, það sem að foreldrarnir eru bæði annars vegar trúarlega séð eða menningarlega séð koma frá öðrum stöðum. Krakkarnir eru fæddir hérna, alveg upp í okkar umhverfi. Við erum með svo frjálslegt umhverfi. Svo þegar þeir verða unglingar. Þá innflytjanda þá? Já. Þegar þeir verða unglingar, þá vilja þeir halda áfram að gera sem að okkar unglingar eru að gera. Já, og þetta kannski samræmist ekkit. Það stangast á við annars vegar trúna og hins vegar á við menninguna. Og þetta skapar uppreisn. Og þarna verða svolítið harðir áreistarar. Og í raun og veru það er svolítið svona samstillt átak að raun og veru að ná foreldrunum pínulítið inn á okkar umhverfi. Þess að milda þetta allt saman. Já, og það getur bara verið erfitt. Ég skil, einmitt. Já. Þetta, þú veist, hættan með þessa krakka þegar þau eru ungu hún náttúrulega að þau lendi inn í því umhverfi að þau fara inn í neyslu. Þau lenda ekstar í óheppilegum félagskap. Já. Þarf ekki að gerast, á ekkert við alla. Já. En þetta ekkert endilega krakka sem eru í neyslunni. En áhættan til staðar? Hún það að sjálfsögðu. Talandi ekki þegar þau eru ykkur staðar úti í 2-3-4 daga eða yfir helgi eða hvernig sem og síðan það fjórðu hópur og þetta kannski get ég ímynda með svona það ríkalegasta kannski heimilisaðstæður og þá skrifa ég hérna hvers konar heimilisaðstæður eru að tala hvað í gangi? Nú notar maður þetta svona típiska embættismanna að ég get ekki farið út í Nei. En það í raun og veru þau búa við ömurlegar aðstæður og vanrækslu eru sjálf í góðu lagi. Já, það er vanræksla og mögulegt ofbeldi á margan hátt og að því að ég tengist bergið Headspace frá sem er svona bergið Headspace hérna á Suðurgötu. Þetta svona ráðgjafa þjónusta fyrir unglingana sem þröskuldalaus og gjaldfrjáls fyrir krakkana. Við erum með nokkra félagsráðgjafa og þetta sett í ganga af henni Sigurþóru sonur hennar fyrirfór sér í framhaldi á Sigga Hakkara málinu og hún stofnaði svona minjasjóð og það var farið út í þetta og ég kem inn í þetta verkefni frá upphæð. Það sem kom okkur einmitt óvart þar var hvað stór hópur af krökkunum sem koma þangað eru krakkar sem í góðu lagi í skóla en þau eru að koma frá heimilum það sem langveiki foreldrar það sem fíknivandi foreldra fíknivandi systkina en þau sjálf í lagi þurfa á einhver aðstoð og það í raun og veru einhver af þessum ömurlegu heimilisaðstæðum hjá þessum krökkum raun að flýja aðstæður bara stríðs þetta eru bara flóttabörn ég á mynd það sem að einstaklingu sem að ég búin að finna ég að koma með að við komum til inn á löggustöð vissi ekki að hún kemur til með til Krókalöðin og textin það mynda mér og það stendur hérna loksins búið og það var í raun og veru það var krakki á grunnskólaaldri sem hafði ekki komið heim til sín í hálfa mánuð þá var hann að biðja leitabeiðni og ég finn við komandi á 1-2 dögum eitthvað slíkt. Og hvað eru að tala hvað er gömul? 14 ára. 2 vikur sem voru liðnar og engin leitabeiðni komin? Já. Vá. Og ég sem sagt það sem gerist náttúrulega þarna þá kemur þá barnaverndar kerfið inn í og grípur þarna inn í en maður kannski ekki vitneski fyrir aðstæður við komum til bas Jesus. En svo náttúrulega má ekki gleyma því að við erum með aðra og þriðju kynslóð fólks í neyslu eða vanda. Já. Og þar það er þó nokkuð stór þröskuldur yfir að fara hjá foreldri sem búin að vera að glíma við sinn vanda og síðan komin í vanda með barnið sitt að biðja aðstoð. Það upplifir það að það heldur að það eigi ekki rétt á aðstoðinni. Það er kannski búið að vera hluti af barnaverndarkerfinu í mjög langan tíma og barnaverndarkerfið þekkir kannski áratuga sögu viðkomandi foreldris. Heldur það að sé upplifið skömm að þeim sjálfum hafi svo mistekist og... Já. Og ég upplifi raun og veru það að fara yfir hennar þröskuld mjög erfitt, en þegar þau fá síðan viðmóti sem að maður er að reyna að sína þá breytist það Þannig að það getur líka verið
svona hlutur sem dregur það sé verið að biðja aðstofuna þess að fólk kannski heldur að það hefur hugsanlega sjálft slæma reynslu á kerfinu og eða þá að það bara upplifir skömmina. Já. Svo það hérna varandi kyn, sko, altså hvort að stelpurnar sé að glíma við önnur vandamál en strákarnir svona almennt. Og þá skrifa ég hérna hjá mér, sko, eru stelpurnar að glíma við meira svona nánast, getur við verið að tala frelsissviptingar eða innan svega hjálp frá eldri mönnum eða drengjum. Og þá vísa ég hérna í tilvik sem ég fann, þess að það sem á fyrstu 10 dögum verkefnisins, að sem maður var handtekinn fyrir að aðstoða barn í stroki. Hann var í framhaldinu ákærður meðal annars fyrir kynvögg við stúlkuna sem var undir 15 ára aldri en svo einhverjum ástæðum sýknaður í héraðsdómi. Ertu að sjá þarna eitthvað munstur, altså hvað var það stelpur og stráka? Þegar ég byrjaði, þá náttúrulega var þetta svona þessi algenga sögur það að stelpunar væri eitthvað staðar hjá kalli á 50-aldri í blokki í Kópavogi eða eitthvað slíkt. Mjög fljótt þá þegar ég að sjá ákveðið munstur sem að það að 14 ára stelpur voru með strákum sem voru 18-25 ára. Okay. Og þetta eru strákar sem að voru sjálfir á þessum sama stað, höfðu kannski byrjað kannabisneyslu 12-13 ára, þar sem að þroskinn þeirra bara nánast stoppar. Og kærusturnar voru alltaf 14 ára. Þeir eru alltaf árið eldri en kærusturnar voru alltaf 14 ára. Ég man ekki eftir að það hafi mikið verið að gerast ég var að finna þetta hjá einhverjum mun eldri, einstaklingum eldri það. Nei. Hugsanlega eitthvað gerst. Í þessu tilfelli minnir að aldursmunur hafi verið 4 ár. Einmitt. Í þessu þarna. Já. Og þetta var mjög krefjandi verkefni bara á fyrstu dögunum sem þegar ég var að byrja. Ég þurfti að bregðast við þessu með einhverjum hætti. Já. Og það var í samráði foreldranna, þá útbjó ég bréf. Sem að ég lét viðkomandi pilta skrifundir þar sem ég kynnti þeim það að stelpunar væru þetta gamlar. Já. Þannig að það væri alveg hrein, þeir getu því að það var sko, annars vegar var alltaf að segja ég vissi ekki viðkomandi verið stróki og ég vissi ekki viðkomandi verið þetta gamall því að það er ekki endilega alveg heilagt að segja til aldur þegar maður er konar unglingsári sko. Þannig að ég í raun og veru bara fann þá lét á skrifundi blaði það sem stendur þessi stelpa þetta gömul og öll samskiptið þín við stelpuna í anstöðu við vilja forráðamanna. Þannig að viðkomandi var það bara alveg ljóst að öll hver svo sem samskiptið væru og það eru foreldrarnir sem ber ábyrgð á þau. Og skrifuðu þeir undir þetta? Já. Okay. Og þau í langflestum tilfellum dugði eitt svona bréf sko. Já. Það einn ágæti strengur sem að ég þurfti á 5, 6 eða 7 svona bréf. Það var alltaf ný stelpa, það var aldrei ekki sama stelpan sko. Nei. En það var alltaf, hann var alltaf bara fann sér bara nýja. Eitthvað munstur þar. Já. En það er sem betur fyrir búið. Þannig að annað sem ég gerði líka, ég ákvað það þegar ég byrjaði á þessu, ég var alltaf einkennisklæddur. Og það ekkert sko, fólki finnst ekkert endilega gaman að það sé að koma einkennisklæddur lögreglumaður og banku upp á hjá þeim. Þannig að þessi sem voru eldri í neyslu umhverfinu og voru að hýsa þá stelpunar eða líka strákarna þeir voru áttu þessu mjög fljótt á því að þetta væri eitthvað sem þeir ættu bara algjörlega að sleppa vegna þess að þetta kallaði bara á lögregluafskipti og það var ekkert endilega bara ég og ég einn að ef maður kom og maður fann það það var eitthvað mikið í gangi þá fekk maður bara aðstoð og það kannski endaði í húsleit. Já, eins og þú segir hérna, þú hefur þér til aðstoðar lögregluna í heild sinni. Já. Þannig að sá hópur vil ég meina hafi lært það mjög fljótt að þetta væri eitthvað sem þeir ættu bara að halda sig frá. Ofta einstaklingar sem að þannig að þeir gætu þá allavega verið bara í sinni neyslu í fríði sko. Þetta er það að minnka mikið þetta eldri menn jafnvel í neyslu og yngri stelpur. Það mín upplifun sko, en náttúrulega það ekkert öll börn sem enda á borðinu hjá mér þó þau séu í einhverju vanda sko. Sko, svo þetta hennar, ég les texta, ég sá skrifaði viðtali sem tekið við því að leitabeiðinu koma ekki frá foreldrum til lögreglunar eins og tölum áðan, heldur sko það starfsmenn barnaverndar sem óska eftir henni og þessi beiðni
og segir einnig í sama viðtali að starfsfólk barnaverndar vinni ótrúlega gott starf en því miður sé verið að drekja því eða þeim í verkefnum og álagið allt of mikið og svo þetta hérna sem ég finnst vera áhugavert í samhengi við sko, síðasta viðmælanda sem voru með hann mumma í götusmiðinni altså á sama tíma þurfið að sitja undir óeðlilegu ámæli í fjölmiðlum og þá sko og einmitt, hvað veldur því heldurðu að barnavernd sitja undir ámæli í fjölmiðlum og þá vísa ég þess að frásögn mumma til dæmis á þess að þú þurfir ekki að fara í það persónulega en hann talaði semst í síðasta þætti semst að það var mjög persónulegt þá og hann talar Braga Guðbrandsson þáverandi forstjóra barnaverndarstofu þetta er svolítið einangra mál en hvað, af hverju er þetta af hverju er þessi stemning? Okay. Ég hef alveg orðið varið við hana líka sko. Byrjum kannski á hérna smá hlutum lögreglan, við erum á ríkislevelnum barnaverndarstofa er á ríkislevelnum barnaverndarnefndir eru aftur á móti sveitafélögin hver sveitafélag fyrir sitt er með sína barnavernd og það eru barnaverndarnefndirnar og barnaverndarstarfsmennir sem eru að fást við þessi mál dagstaglega samskipti mumma og Braga eru allt öðrum level mummi örugglega lent í einhverjum vandræðum þegar hann var með sína starfsemi og ég átti mjög gott samstarf við mumma þegar ég byrjaði ég ákvað það, ég fór í þá aðila sem voru að vinna á einhvern hátt og mummi hann var þar með það á hreinu þegar hann var með götusmiðuna sem var stórhöða að hann mátti bara vera þar með 18+, mátti ekkert vera með yngri þegar hann var að og það var virt já. Og hérna ég kom reglulega þar við og spjallaði við þau sem þar voru og mumma átti mjög góð samstarf barnaverndarnefndir og barnaverndarstarfsfólk ég held að þau þetta séu svo hópur sem er hvað oftast undir einhverjum kærum frá borgaranum fyrir starf sitt auðvitað, þetta er gríðalegt inngrip þegar barnaverndar yfir þurfa að taka börn af foreldrum. Þetta er eins persónulegt og getur orðið sko. Það er nú málið. Þannig að að þá sjálfsögðu held ég sé bara eðlileg viðbrögð foreldra að bregðast hart við. Það er á sama með barnavernd eins og okkur að við getum ekkit rætt í fjölmiðlum hvert einstakt mál. Þú getur mætt í fjölmiðla og þú getur drullað svoleiðis yfir mig. Ég má ekki svara því. Nei, skil. Þú veist, ok, ef við færum fyrir dóm og það að því að, þú veist, til dæmis eins og við lögreglum, við erum konum með þessar búkmyndavélar sem hefur gjörbreytt okkar vinnuumhverfi. Þannig að það eru til upptökur af samskiptum okkar við borgarann. Sem hægt er að nota. Það til dæmis í dómi eða eins og í dag nefndum eftirlit með störfum lögreglu notar þetta á fjöldin allra kvörtunum sem er að koma á störf lögreglu. Þeim er bara, viðkomandi fær bara því miður, það er ekki því miður heldur málið er bara fellt niður því að kvörtunni ná ekki við röka stiðjast og þannig að barnaverndarstarfsmenn geta ekkert varið sig út af við í sérstaklega gagnvart fjölmiðlum og við erum með lögmenn sem fara hamförum í svona málum líka sko. Ég þarf nú stundum að hef það svona sem aukaverkefni ég þarf stundum að leita að annars vegar ófrískum konum sem er í neyslu sem að stinga af og hins vegar það sem að foreldrar sem búið að taka börnin af stinga af með börnin sín og þá kannski svolítið vanmáttur í rauninni þessa stofnunar sko að geta einmitt ekki varið sig út af við veldur því að svona kannski sín fólks er kannski svolítið í rauninni byggluð. Má segja sko. Þú veist, ég sé þetta frá mínu sjónarhorni meðan að foreldri sér þetta frá sínu sjónarhorni sko. Þannig að í einhverjum tilfellum er þetta kannski skiljalegt en mér finnst barnaverndarkerfið oft fá óverðskuldaða gagnrýni. Það er ég líka sé bara í raun og veru í þessum hópi sem að ég er að vinni og er það svolítið í kringum. Það sem að er fólk í neyslu á börn það er búið að reyna ýmislegt og börnin eru tekin af þeim þessir einstaklingar fara í meðferð
og þeir vilja fá barnið sitt í hendurnar bara strax bara viku seinna sko eru ósátt við umgengnisreglur sem þeim eru setta þau þurfa að vinna sig inn undir eftirlit og þurfa að fara í samstarf og svo 4-5 mánuði seinna verður fall og þetta byrjar allt upp á nýtt þessir foreldrar geta sjálfsögðu sagt sína hlið þau getu útskýrt það að þetta umhverfið sem að þau sátu uppi með að ná barninu hafi orðið þess valdandi að þau féllu aftur en barnaverndarkerfið náttúrulega að hugsa velferð barnana og að gera sitt besta en auðvitað svo allstaðar það geta allstaðar orðið hlutir hefðu þetta að gera það með einhverjum öðrum hætti en ég held að það sé ekki almenna reglan. En eru það að anna verkefnum sínum tilur? Þú kannski ekki rétti maðurinn að svara því Nei, í raun ekki, ég ekki maðurinn til að svara því ég myndi segja samt að sko ríkislevelið þetta var mjög sérstakt þegar það var lokað Háholt í Skagafirði þegar það var lokað Laugalandi í Eyjafirði stelpúrræðinu þetta búið að opna þar aftur en barnaverndarnefndirnar sjálfar og barnaverndarstarfsmenn svona almennt á götunni en svo spurning hvort að það séu næg úrræði fyrir hendi til þess að fást við sem betur fyrir náttúrulega miðað við það hvað neyslan svona aðeins að breytast því að það átti að vera búið að byggja hér á höfuðborgarsvæðinu aðra svona mótvægi við Stuðla þar sem þú verður annars vegar með að þú getur aðskilið neysluhópin frá hinum það komið fram hérna fyrir nokkrum ára síðan þá komið fram foreldrar þar sem var 12 ára strákur vistaður inn á Neyðarvist þeir fóru 2 saman með 17 ára strák sem var í bullandi sprautuneyslu sko á ekkert heima á ekkert heima sko þannig að það var þessi umræðum að það ætti að reyna að koma eitthvað annað úrræði sem að tækist á við þetta og það ekki ennþá komið því að Háholti var loka held ég 2017 það er komið lóð í Garðabæin ekkert að gerast en á móti kemur að það blómstra 2 einkafyrirtæki í þjónustu sem Klettabæir og Vinakot sem eru að gera góða hluti og eru og ekki ólíklegt að sé að hafa þau áhrif að það kannski rólar hjá mér vegna þess að þau eru komin með einstaklingarna sem eru þungir en þau eru líka með þau eru með umhverfi þau halda heimili fyrir þau allan sólarhringinn kannski 2-3 starfsmenn utan einhvern einstakling allan sólarhringinn sko. En ríkið allavega ekki að bjóða upp á þetta og sveitafélagin ég held að sé sko einhverjum svo mesta aukning í útgjöldum hjá sveitafélagunum akkurat þarna sko því að þú sér það að þú þetta ráða fyrirtæki til þess að vera með 2 starfsmenn allan sólarhringinn utan ákveðin einstakling, það þarf að leigja húsnæði, það þarf bíl og síðan 6 starfsmenn allan sólarhringinn Þetta hleypur bara miljónum hver sólarhringur Svona kannski 10, gæti kosta 10 milljónir á mánuði og sko, lítil sveitafélag út á landi, þetta fer alveg með þau en að líka því að við byrjum á því, þú veist, ég vinn fyrir lögregluna á höfuðborgarsvæðinu en ég er að leita krökkum raun og vera alls staðar af landinu vegna þess að þau koma hér á Stuðla til dæmis í meðferð eða Neyðarvistun og strjúka þaðan, þau eru á Bugl í þjónustu strjúka þaðan og síðan því að áðan kom ég inn á það að barnavernd á sveitarstjórnarstiginu síðan erum við með krakka sem eru í meðferð fyrir Austafjall alls staðar af landinu að þau strjúka þaðan og þá er ég að fá beinina sem ég á ekki að fá því að það þá lögreglan á Suðurlandi sem á að fá það því þau eru þar en af því það barnavernd Reykjavík sem sendir beinina ég held ég geti tikkað nánast allan hringinn hringum landið það sem ég hef verið að fá krakka leita að þeim sem eru ekki komin hingað í bæinn en ég er að fara á Kirkjubæðarklaustur lengst og ég er að vera að fara á Blöndós eða í Húnavatnssýsluna hináttina þegar ég er leita Suðurlandið og Suðurnesin er ég mjög mikið á ferðinni þannig að Þú ert alltaf í vinnunni Já, það hljómar mjög mikið Það hefur verið gert ásátíða myndband í löggunni sem er þannig gummi allstaðar það var ég var með bíl sem var mjög vel búinn og ég var mikið á ferðinni og það var alltaf, þú veist, það var að koma einhver tilfelli og þá var ég fyrir svörum
það voru svo langt að það var sko slagsmál á Akureyri í ásáttíða myndbandinu, þá var það ég sem svaraði sko. Ertu á merktum bíl eða? Nei, við erum ekki merktum bíl. En þú segir hérna í öðru viðtali að sko að verulega skorti á viðbrögð heilbrigðiskerfisins varðandi fíknimál og þá spyr ég hérna, hvað finnst þér að heilbrigðiskerfið í rauninni geti og eigi að bjóða upp á í formi úrræði þessu málaflokk, það er fyrsta spurningin og svo er þetta, sko, byrjar þetta ekki allt heima fyrir og þarf ekki breytan eiga þessi stað í einhvers konar vitundavakningu hvað varðar í rauninni bara hjá foreldrum, hvað varðar uppeldi og skyldur sem foreldrum. Jú. Förum í heilbrigðiskerfið. Byrjum á því. Fyrir ég raun og veru bara frá því ég byrjaði þá er maður að reka sig á það og þá tölum við kannski bugl og ok, maður þarf að gæta sín á óréttmætri rýnendri gangs að ef að krakki var undir áhrifum þá spurningin er geðrænt vandi krakkans orsök og afleiðing, hvað er sem sagt lagastan eða á að hunsana þegar við komum til undir áhrifum fyrir, hvað er alls ekki verið að koma 2 ár síðan í framhaldi af gagnrýni og látum sem að snýru kannski að neyðavöstum Stuðla og þá er sett á úrræði hérna niður á Hringbraut sem er svona afeitrunar aðstæð fyrir unglingana. Niður á Landspítala. 3 sólarhringa niður á Landspítala. Og ég svo sem fagnaði því að þetta hafi komið. Þetta voru bara nokkur rúm. Já, ég held að það verið 2. Okay. Ég held að notkunin á þessu, ég veit að notkunin á þessu hefur verið mjög lítil og það kannski ræðst að því að ég var að finna krakka og ég fer með hann á slysadeild og það þarf að koma læknir til þess að meta, það tekur 2-3 tíma og síðan þarf að ringja út eitthvað frá bugl til þess að koma og meta. Setur þú yfir krakkanum með? Nei, stundum barnavend starfsmaður í einhvern tilfellum starfsmenn slysadeildar í einhvern tilfellum, þetta heitir bráðamóttökan í dag eða ekki, tekur rosalega langan tíma. Í einhverjum tilfellum þegar við vorum að byrja þá snýrst þetta því það er barnaspítalinn annars vegar, hann er með undir 15 ára og slysadeildin með eldri og ég man eftir einstakling sem við vorum að koma með undir 15 ára, þá eru þessi tókstreita milli slysadeildar og barnaspítalans og það endaði því að krakki var sendur niður á barnaspítala, gerði þar allt vitlaust og löggan var bara beðin að koma og fjarlæga því að þannig vorum við með unga börn fárveik og kolvitlausan ungling þarna inni sko. Ég sat í svona vinnuhóp þegar áður en að þetta úrræði var opnað á Landspítalanum og það voru 2 vikur með ársmillibili sem var vinnufundir á þetta og fyrri fundurum var vel sótt en síðan kemur út einhver skýrsla sem að Barnaverndarstofa var mjög ósátt við frá spítalanum þessa þjónustu og þau tóku ekki þátt í seinni fundurum en þar var í raun og veru niðurstaðan okkar á þessari vinnu var það að það ætti eiginlega að vera þannig upp á Stuðlum það væri komið með krakkar þangað og þar væri heilbrigðisstarfsmaður annars vegar og hins vegar ykkur frá barnavernd sem tæki við blústarfsmaður Stuðla. Starfsfólki á Stuðlum kann að fást við krakka sem er í misjöfnu ástandi. En við þurfum heilbrigðisstarfsmaður til þess að meta lífsmerki til að meta ástandi og ég meina ég held að spítalinn hafi verið að segja að Stuðla var að taka inn krakka sem geti jafnvel dáið vegna eitrunarinnar og af því að Stuðlar voru ekki með neina heilbrigðisstarfsmenn. Við hefðum viljað að sjá þetta væri þannig að krakkin kæmi upp yfir, hann færi inn á Stuðla og þar væri heilbrigðisstarfsmaður og svo barnaverndarstarfsmaður sem myndi taka ákvörðun framhaldið. Hvað ætlum við að gera þegar búið að afeitra þessu stabilegs einstakling? Á hann að vera, því að á neyðavistum með að vera má vistað í alltaf 14 daga, en þó aldrei lengur. Þannig að Hvar erum við núna? Við erum þannig að ég veit ekki betur en þessi aðstæða sé niður á Hringbraut en ég hef ekki farið með krakka þangað í ár eða 2 eða hvað það er og ég veit ekki hvort það hefur einhver krakki farið þangað. Það er líka, þetta var bara 3 sólarhringa, þetta var bara svona af eitrunar eða snerist
lífshættulegt eitthvað en ekki það bara koma henni gegnum frákvörf sem mögulega geta verið hættuleg. Já, og stuðlar voru heldur kannski ekki endilega ánæmið að það spurning einstaklingur sem orðin fíknisjúklingur dugar það. Hvað þarf að gera til 30? Já. Ef ekkert annað kemur í staðinn. Nákvæmlega, en það held ég að flesta þessu krakkur sem fóru þarna inn, þau eru bara ennþá í... Hvað þetta að bjóða þessum einstaklingi upp á? Í kjölfar afveitur? Ég veit það ekki. Nei. Ég bara ákorki sjálfur við eða hef nokkuð tímann átt við í fíknivanda að stríða annað heldur en kannski matarfíkn en ég veit í raun og ekki hvað. Getur verið að þurfi einmitt einstaklingar sem hafa glímt við fíkn að einhverju leyti og hafa komist í bataviðinni til þess að taka við þessum krökkum inn á heilbrigðisstofnunum? Gæti alveg verið. En það eitt af því sem var gert þarna á þessum vinnufundum var það voru fengnir einstaklingar sem að höfðu farið þessa leið og voru í bata til þess að segja sitt álið sína skoðun á þessum hlutum. Og ég held að þarna voru raun og veru langflestir á því að eðlilegast væri það að stuðlar myndu hafa þetta umhverfi. Þeir hefðu heilbrigðisstarfsmanninn til þess að og svo bara til þess að taka ákvörðun hvaða leið á að fara svo í framhaldi. Já, því þú ætlar ekki að fara að leysa þetta eða koma með ykkur úrræði þótt þú setur að fara eitthvað háskólanámendilega og því þú þarf kannski að hafa reynsluna á því að hafa komist einhvern veginn inn í ljósið og koma henni áfram í þann veika. Ég hef ekki þekkinguna á þessu og maður hefur séð einstaklinga fara inn sem voru til langleittir í neyslu hafa farið bara inn í 10 daga afveiturinn á Vog og náð sér á rétta stað og ekki þurfti reyna sérstaklega hjálp eftir það. Og meðan maður horfir á einstaklinga sem fara aftur sko. Og taka jafnvel marga mánuði eins og á Krísuvík eða Kotinu eða hvernig sem það sko. En hvað finnst þér þetta nú að díla við þessi börn og þessi unglinga? Þetta hlýtur að vera afleiðing eitthvað? Dr. Sigrún Sigurðardóttir hjúkrunarfræðingur við HA. Við erum gamlir vinnufélagar í löggunni og Ísafirði. Hennar rannsókn á þessu því hún gerði rannsókn á alls konar fíkn sýnir það að það eru áföll í æsku sem eru svona ríkjandi ástæða þess að fólk meginorsök. Og það á við erum að tala matar, kynlífs, áfengis, lyfja hvað sem þá fyrir ég að hugsa í hverju lendi ok, en það alltaf meginorsökin sé þar einhvers konar áfall. Ég svona þegar ég fæ krakka í hendurna kannski aftur þá fer ég nú af því ég vinn í kynfrótildinni þá fer ég stundur svona sá frægi, eitthvað þarna sem á bakvið sem að þú átt þetta að letta á þér með. Finnst þú að sjá þetta á börnum? Nei, kannski ekki að lesa það þannig? Nei, kannski ekki alveg. En þau aftur á móti eru nokkur sem hafa svo komið og í framhaldi, kannski ekki strax, gerist mánuði 2, 3, 4 eða hvað það er. Þá sé ég það að þau eru komin og þau eru að tilkynna til dæmis kynferðisbrot á sig í æsku sko. Einhver náinn ættingi eða hvernig sem það er. Það er nú oft verið þá ekki verið vísindilega rannsakað að þetta sé ekki í erfðum. Ég efast það rannsóknir. Það er alltaf ekki fundið enn. Nei, það er ekki fundið enn. Vegna þess að í þessum hópi mínum eru krakkar sem að búa við fyrirmyndar aðstæður. Margir hverjir. Út af við. En eru ættleidd eða fósturbörn og hafa jafnvel verið það frá fæðingu. Okay. Og blóðforeldrarnir eru neyslu einstaklingar. Og það er svo komið eitthvað með þessum einstaklingum. Sem að voru það, ástæðan fyrir því börnin voru tekin að þeim. Börnin ekkert í neinum samskiptum við þau. Nei. En þau eru allt í hennu komin á mjög vonda stað. Og þá fer maður að hugsa, sko, er eitthvað og ég þekki sjálfsögðu ekkert allar aðstæður þessara einstaklinga, þessara krakka en það sem ég sé allavega á yfirborðinu þá er það ekki það umhverfi sem þau eru alin uppið eða eru í dag sem eiga að orsaka en þau
Þýttum að fá Kára Stefáns til að svara þessari spurningu. Já, ég allavega setja spurningamerki við það að hvað það þá sem orsakar það að þau fara þessa leið. Krakkandi sem að koma frá að því að þessi hópur minn kemur úr öllum þjóðfélagsstigum, koma frá eins og maður segir fyrirmynda heimilum þar sem að foreldrarnir búa saman og allt allavega út á við lítið vel út og svo koma þau frá umhverfið þar sem að þau eru sjálf fætt sem þau eru fætt undir áhrifum, en maður getur orðað það sem svo og alast upp í það umhverfi. Það er fullt af alls konar. Það er til fullt af alls konar. Og við sem samfélag við getum alltaf gert betur. Og ég held að barnaverndarkerfið til dæmis sé að gerðum bara, ef við sjáum bara að því vorum að rifja upp Hlemm 1980, hvað hefur breyst? Í dag held ég, í dag er ég þeirra skoðunar að svona almenn vanræksla á börnum, hún fær ekki að eiga sér stað í langa tíma. Nágrannar, fjölskylda, félagar, umhverfið, Gripinn. Lætur vita. Kerfið þarf kannski smá tíma til þess að komast af stað í það, en ég held að hér áður fyrr hafi nánast krakkar bara fluttað heiman og enginn verið að velta því fyrir sér í hvað umhverfið þau væru. Nei, það er alveg gríðarlega sorglegt. Og ég ekki það, ég man eftir einum einstaklingi og það er kannski líka hlutur sem við þurfum að vera duglegri við þegar við verðum vör við krakka sem að fylgir þessum hópi, en það er aldrei beðið leita á honum. Nei. Þá er raun og veru þarf maður að passa sig á því að tengja hann bara við þau mál sem maður er með, af því að það fer síðan sem tilkynning til barnaverndar. Þannig að maður er kannski að sjá sama krakkar. Getur þú tilkynnt það? Allt sem við skráum í kerfi lögreglunnar og varðar einstaklinga undir 18 ára aldri er sent til barnaverndar. Já, einmitt. Þannig að tilkynningarna geta þá þess vegna þær eru að koma þá öfugt frá. Já. Og þú veist, ég þegar ég er eins og í skólum og annars líkt. Já, ég meina skóla, leikskóla og það er nú eitt af því sem Sigríður Björk hefur verið að vinna í og reyna að bæta, það kannski skortir svolítið á svona samræmingu í öllu kerfinu. Þetta er að vera mjög þungt kerfi. Já, sko þagnar skyldumúrin er rosalega stór og mikill. Heilbrigðiskerfið, félagslega kerfið, barnaverndarkerfið og síðan löggan. Við höfum þær skyldur að láta vita. Ég tek þig fyrir ölvunarakstur og þú ert með barni í bílnum þínum. Og þá þarf ég að láta barnavernd vita að þú hefur verið fullur á bílnum og barni með þér. Og þá þarf barnavernd að skoða það. Krakki í leikskóla, hann leikskólakennar hafa stundu sagt að þeir getur nána sett nafn í umslag sem segir opnist þegar barnið verður 16 ára og þá er lýsing á því hvað stöðu barnið er komið. Það er eitthvað sem þeir sjá. Og það hefur nú verið talað að með leikskólakerfið að það fari ekki að koma tilkynninga frá leikskólakerfinu til barnaverndar fyrir að krakkarnir eru 5 ára verið að fara yfir í grunnskólan þegar menn átt að segja á því að grunnskóli mun allt í einu sjá að það er eitthvað að. Þessi kerfi er á sveitastjórnarstiginu, það er að segja leikskólinn, grunnskólinn, og meðan heilbrigðiskerfið er svona ríkið, en það getur verið eitthvað á öllum stöðum, en aldrei það mikið að kalla á eitthvað stórt. En ef þú tekur þetta allt saman, þá ætti að gerast eitthvað. Og sagan hefur verið sögð... Þetta er náttúrulega rosalega stór ákvörðun. Já, hún hefur verið sögð frá Bretlandi. Það sem að mjög veikur einstaklingur drepur lögreglukonu á mjög hrottalega nátt. Og það fer að bakka. Og það kemur raun og verið ljós að við 4-5 ára aldur var hægt að sjá þetta fyrir þetta myndi gera svona. Í einhverju hegðun, að meiða önnur börn. Já, en af því að barnaverndaryfirvöld er ekkert að láta lögregluna vita. Af einhverju. Þau kalla eftir aðstoð. Við höfum skyldu til þess að láta barnavernd vita af öllu því sem varðar börn og einhverjar hættur. En barnavernd þarf ekkert að segja, þú veist, þeir geta verið inn í málum sem eru hættuleg. Bara í 18 ár. Heilbrigðiskerfið á sama hátt.
og þetta spurningin stóra bróður og það er velt fyrir sér að þarf ekki að vera eitthvað svona kerfi sem að þreifar inn í og hinn kerfin og segir síðan, heyrðu, þið þurfið að tala saman. Ég held að það séu margir sem myndu vera mjög sketchy með þetta. Ég veit, en viljum við ekki að börnin okkar, sem sagt, við verjum þau allan hátt. Jú. Þannig að ef það er eitthvað að hjá barninu hérna í barnaverndinkerfinu, það er eitthvað að hjá barninu í heilbrigðiskerfinu og það þarf að bregðast við í einhverjum hætti, en heilbrigðiskerfi og barnaverndinkerfi talar ekki saman. Nei. Höppin er ekki til staðar. Já, og það er hérna þetta verkefni sem er í gangi varandi heimilisofbeldi. Já. Það er til dæmis eitt skýrt dæmi um það sem að hefði mátt betur fara. Okay. Það er þannig að þegar lögregla kölluð til heimilisofbeldi, það eru börn, þá köllum við í barnavernd og félagsmálayfirvöld. Já. Og það er kallað að nota, þegar glugginn er opinn, það er farið strax inn í það. Já. Og það þarf að gera eitthvað fyrir það, það eru börn, en skólinn, hann er utan við þetta. Það hefur verið sögðum með saga af krakka sem var alltaf í mikill vanlíðan í skólanum. Já, og þau fá ekki þessar upplýsingar. Alltaf illt í maganum og fannst aldrei hvað var að. Skólahjúkrunarfræðingurinn það var eiginlega verða pílnuti pirraður á þessu. Af einhverjum ástæðum verður til eitthvað samtal. Já. Og kemur í ljós að þetta barn er bara þolandi, áhorfandi í heimilisofbeldi marg ítrekað. Og það var alveg mál var alveg til staðar og vegum og lögreglunar. Já. En þetta er innlent mál. Já, veggurinn er til staðar, þannig að það mátti ekki segja skólahjúkrunarfræðingur frá því. Hann veit ekki skýringun á því af hverju. En hann ekki hluti af þessu opinbera kerfi? Jú, en veggirnir eru heilbrigðiskerfið, þeirra skráningarkerfi og þeirra kerfi er algjörlega lokað. Og barnavend og líka af því að barnavendarnir á sveitarstundínu þá eru þau með sitt út Reykjavíkar með sitt og þegar ég var að byrja þá voru að gera þannig að sér grína því að Reykjavík var með tölvukerfi, Hafnarfjörður var með Excel og hérna Ísafjörður var með þetta í fjórblöðungi möppu. Þetta er náttúrulega mjög íslenskt. Já, þetta hefur eitthvað lagast. Já, það vantar samt. Ég held reyndar að það sé í þessum nýju lögunum hans Ásmundar hérna velferð, ég man ekki hvað þetta er kallað, þá sé svona verða stefnaði að til dæmis eins og barnaverndar skráningarkerfi sé á landsvísu. Það er þannig hjá okkur lögreglumönnum eða lögreglunni, ef ég þarf að senda, við erum með sameiginlegt kerfi, það er bara aðgangsstýrt og ef ég þarf að fá lögregluna á Akureyri til þess að gera eitthvað, þá er það bara músasmellur og þeir fá málið til sín. En í hvaða tilfellum hefur barnaverndar nefnd samskipti við ykkur? Það er þegar þeir þurfa sem sagt á aðstofum, til dæmis eins og fara inn á heimili, það sem eitthvað er að, þegar það þarf að hafa upp á hérna foreldrum sem eru jafnvel að reyna að koma sér undan eftirliti, hvort þeir eru búin að eiga börnin eða með. En ef að barnaverndar nefnd þeir spotta að það er eitthvað dúbjus í gangi hérna, hafa þeir í rauninni heimild til þess að tilkynna til ykkar? Lagaskyldan okkar er að aðstoða barnavernd. Við máttum spurður af hverju eru við í þessu verkefni. Það er skylda lögreglunar að veita barnavernd aðstoð í þeim málum sem þau hafa aðgang að ykkur. Já. En þá þurfum þeir að koma inn út frá einhverjum heimildum. Já, af því að þau biðjum aðstoð, við höfum skylduna til þess að aðstoða þau vinna á sínum heimildum, en við höfum skylduna til þess að aðstoða. Það er eitt af því svona sem að lögreglumenn hafa kannski gagnrýnt í gegnum árið, það er alltaf verið að dundra einhverjum svona skyldum á lögregluna með alls konar hluti, en þetta er náttúrulega alveg skýrt og það er sama eins og með heilbrigðiskerfið, ef að læknir metur einstaklingi í lífshættu og þá getur hann sagt okkur að brjóta upp hurð. Ég skil, og þá þurfum við ekki neitt dómsúr, við brjótum upp hurðina ef að læknirinn ákveður það að þess þurfi en við höfum þessa aðstoða skyldu gagnvart barnaverndar. Herru, við erum svona alveg að komast í lokin með það. Hvað er, þú erum ekki rétt byrjaðir? Ég veit ekki, hvað er klukkan? Kortur yfir 9. Þetta er búið að vera ótrúlega fróðlegt. Já, ekkert smá, sko. Og við erum samt að sleppa alveg hellingsalveg, ég hefur bara komið aftur seinna. Þú verður bara að gera það, algjörlega. En mér langar aðeins að heyra hérna, þú er búin að vera í þessu 8 ár, út allt, Gummi út allt,
og þú hlýtur hérna viðurkenningu barnaheilla Save the Children fyrir störf þín í þágu barna og ungmenna sem í vanda fyrir 2 árum. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir þig persónulega að fá þessa viðurkenningu eða verkefnið almennt þá fyrir störf sem byrjaði sem einsás tilraunaverkefni árið 2014 og enn í gangi 8 árum seinna? Hvað þýðir þetta fyrir þig? Rist og fræðasugur. Þú ert að gleyma haffyrðingur ásins, samfélags verðlaun fréttablaðsins. Já. Eitthvað ári, ég er ekki búin að Guðni hefur ekki hringt í mig og þú ert ekki búin að fá fálkaorða? Hann er ekki búin að boða mig á Bessastað, ég veit nú ekki Guðni, fálkaorða. Auðvitað, þetta er klappið og bakið og allt það. Er þetta pepp? Já, en mesta peppið. Já. Af því að ég man þegar ég byrjaði og þá tók ég hring á barnaverndarnefndina til þess að kynna mig og hvað við verðum að hugsa og það var alltaf að horta mig og sagði, þú, hvað er þið mörg? Já, einmitt. Þú og hvaða her? Ég er einn. Og þá var því spáða að ég myndi ekki endast árið. One man army, sem maður segir. Já, ég myndi ekki endast árið og 8 ára seinna prove them wrong. En málið er að ég fæ nánast á hverjum degi, það fer svolítið eftir litabyrjum, svo góð endurgjöf. Okay. Ég fæ frá krökkunum, ég fæ frá foreldurum þeirra og ættingum þeirra og öllu umhverfinu og svo koma svona viðurkenningar sem að kannski eru líka pínlítið óþægilega þegar maður fær svona hluti. Af hverju? Þeir setja svona svolítið fókus, fyrstu viðurkenninguna fékk ég 1986 minni mig sem réttrumlega 20 lögreglumaður sem þeirra að bjarga börnum út úr brennandi húsi á Ísafirði. Og þetta er svolítið óþægilegt að fá svona fókus á sig. Það koma upp svona neikvæða raddi, það er örugglega alltaf það er einhver sem getur verið ósáttur með mann og þó það sé ekki inn á þessum foreldrahópi. Nei. Og það er svona verið að kannski drullaði við mann á einhvern hátt og svona bara fókus og ég maður þakkláttur fyrir svona viðurkenningu en mér finnst hún pínlítið óþægilega þegar hún verður svona kastljós en mér finnst hún rosalega góð þessi endurgjöfun sem ég fæ frá foreldrunum, frá krökkunum sjálfum og ættingjónum og ég, sem sagt, barnaverndarstarfsmenn þeir geta brunnið svolítið rætt út en þeir eru líka búin að vera kannski svolítið lengi með krakkan ég fæ síðan leitabinna og það verður svona smá toppur svo finn ég hann og krakkin fer heim og svo er ég búinn þá tekur aftur við vinnan hjá barnaverndarstarfsmannum ég fæ bara hérna rétt þennan yfir og endar alltaf eins og maður segir vel auðvitað kannski ekkit endir alltaf brosandi og eitthvað lít en samt í svona vinsanlega, þú veist, ég hef ennþá ekki lent held ég í krakka sem er sko brjálaður úti með eitthvað lít það tala þegar maður er búin aftur og aftur sko þannig að það er það sem heldur manni gangandi og ég viðurkenni það ég verið 57 ára í haust og maður fer nú að fara svona ég fann að þreyta, ég hef ekki alveg saman úthaldið í að vera langt fram eftir nóttu að vinna en hérna þetta er einmitt hérna í næstu spurningu en ég hef samt ennþá gaman af þessu og meðan að það er þá vonast til þess að ég fá að halda þessu áfram gaman og það er líka þetta er raun og veru svona ákveðna frjálsræði ég hef traustið og frjálsræði til þess að sinna þessu og með text einhvern veginn að skila þessu verkefni áfram. En ertu með eitthvað svona skýra framtíðarsýn eða markmið altså í þessum málum og komin á þennan aldur, þannig að engin aldur, þú ert alveg 20 góðar eftir, þú getur alveg rólegur 20? Ég má bara vinna til 65 sem lögga sko. Já, þú gerir þetta oft ég vil segja svona einhverju 49% starfi Sko, verður að leita að týndum börnum næstu áratugi eða er þetta eitthvað sem að þú munt og þarft kannski með tímanum að fara að fleita áfram til yngri manna mentora kannski eitthvað í þetta Já, ég þarf að fara að geta gert það Já. Ég þarf að fara að geta líka sko, ég hef verið að taka mér frí með því að fara að vinna annars staðar eða koma mér í burtu ég hef verið að ég kalla ísbjörn eftir því ég er búin að fara núna 7 sinnum á Þórshöfn að vinna sem lögreglumaður á Þórshöfn hinum endanum á landinu en meðan ég er á Íslandi og með síman þá er ég alltaf með puttana í
í þessum krakkamála þó ég að vinna í því að koma heim þó ég sé fyrir austan sko, eða norðan sko. Það ekki fyrir á sumrin ég fer í sumarhús fjölskylduna í ófugsir á ströndum það sem sko, ekki símasamband þá fær maður algjörlega friðin en þá líka þyrfti að vera einhver sem að tekur við að mér hvenær fer þessi þáttur í útsendingu það getur verið svona 6-8 vikur já ok að því að sko í september verði ég að vinna í Helsingi í heilan mánuði í löggunni þar sko. Og hver tekur við þessu þá? Það tekur engin við á meðan sko. Við vorum nú að segja við hann sko Bjartmar hjólakvíslara að okkur finnist nú að hann ætti að fá bara vinnu bara við það að finna reiðhjól hjá lögreglunni sko fá þetta bara greitt það kannski góð kandidat í eitthvað svona hann átti að fá það greitt hjá tryggingafélagum því þetta snýr meira tryggingafélagum sko. Algjörlega þannig að það ekki nú að finna hjólun þú er að hafa heimildi til þess að handtaka þann sem stelur hjólun sko. en sko ég á þessum 8 árum hef ég aldrei farið lengur í burtu heldur en 3 vikur það innanlands En þessu þá bara sint af einhverju hálfkáki meðan þú ert í Helsingi? Þá fer þetta bara aftur í sama gamla farvegin það bara tilkynnt og mynd og þetta bara svona það fer bara í ávaktinnar að sinna þessu og það gerist alltaf hættan að það gerist það sama það sé ekki eitthvað sem að fylgja því eftir sko. Því að sko markmiði hlýtur að vera þetta náttúrulega var tilraunaverkefni markmiði hlýtur að vera að taka og pakka saman þessari reynslu og greinana til þess að rauninni að setja fram í rauninni svona eitthvað mögulegt varanlegt úrræði sko. Þannig að þetta hangi ekki bara á einu manni það líka hættur þetta nákvæmlega og það kom á hverju ári upp einstaklingar innan lögregluna sem eru áhuga sem eru myndu vilja fara í þetta en þetta snýst alltaf peninga og mannahald og meðan að sko næstu 3 árum held ég stemt að því að dæla út sko 100 lögreglumönnum á ári í staði fyrir 40 eins og verið hefur út úr skólanum bara til þess að reyna að fara að vinna upp í fjölda skólagengin lögreglumanna þegar við erum ennþá með mikinn hópi eða stóran hópa af óskólagengin lögreglumönnum í vinnu að þá einn daginn verður staðan svo að það verði hægt að vonandi að fara að henda einhverjum inn ég hef áhuga á að sinna þess áfram og eins og fyrirpart ársins það sem var farið að verða frekar rólegt í þessu á einhverjum ástæðum þar sem ég fjölda leitabina en þó að einstaklingshópurinn fjölda einstaklingana endurnýjun hún hélst ég var ekki að leita aftur og aftur og aftur alltaf að suma fólk samólkinu þá var ég mitt spurður að því að við mínum yfirmennum þú veist, sérðu eigum að fara að hætta þessu eða hvað ég þeirra skoðunar að ef við myndum hætta þessu þá förum við aftur að detta inn í þetta 18-25 ára strákarnir fara að grípa þessar stelpur sem eru í þessu og hlutinni geta farið á verri veg með aðra Við viljum það ekki en það er hrist og fræðasögur að því að áðan rættum við aðeins það hvort það væru eldri kallmenn og út úr þessu verkefni er komið það er maður á hann sé ekki 60 hann er 60 eða 70 aldri hann er með 9 ára fangilsi fyrir brot gegn 2 piltum og það kemur í gegnum þetta verkefni við hefðum getað gert betur í öðru tilfellinu varðandi það mál það er alveg ljóst en í fyrra málinu þá kemur það til vegna stróks og þá finnum við mann sem er að brjóta gróflega á ungu pilti og fáum svona litla vísbending það að gæti verið að brjóta á fleirum sem síðan grípum inn í seinna og náum. Er þetta einsdæmi þá í þessu samhengi? Þetta er eina dæmið hjá mér það sem við erum að ræða það sem er svona að það sé fullorðinn karlmaður að brjóta á svona einstaklingum en við erum með dóma það sem við beitum þessari 193. grein þar sé að þú varst að tala áðan málið sem ég byrjaði á hann hafi verið sýknaður það eru, ég man ekki hvort eru orðin 3 málin önnur það sem eru einstaklingar sem fá dóm fyrir að aðstoða barn eða stuðla stróki þannig að þetta er svona svipa og þetta er árangur og árangur sem er ekki víst að hefði orðið ef ekki væri nei, við veitum ekki eins og hvar við værum annars sko, og viljum kannski ekki eins og vita það sko.
og þetta myndi örugglega mjög fljótt fara í sama farið ef að úrræðið myndi detta niður. Ég hræddur að það geti gerst sko. Það gerist kannski í strax maður bara verður var við það að það er verið að stökkva mann út á götu og heilsa manni og eitthvað sem maður hefur ekki hugmynd og tengist á eitthvað nátt af því að þetta hefur skipt þá fjölskyldu máli sko. En 65 ára stefni ég að því aftur á móti að labba úr löggunni yfir í lögregluminjasafn sem verður opið almenningi ef að spurningin var eitthvað staðar þar þó það sé þessu málefni óviðkomandi. Hvað ætlar að gera þar? Ég áttur að finna staðin, ég hef 7 ár til þess ég kom með gríðalegt magn á samt mínum félögum af lögreglumönnum og minjum fleiri löggubíla og mótorhjól og búningu verið með hluti alveg frá því bara aldamótin 1900 og en erum ennþá bara með það í geymslum á 2 stöðum reynda komið með bíla, ég er með bíla á safni í Skagafirði og ég er með bíla á safni í þetta er sko Stóragerði við Hofsós Ystafell í Aðaldal og mótorhjólasafninu á Akureyri og svo segið erum við alveg með í kassavís alls konar muni og fáum á hverjum degi alltaf eitthvað nýtt gamalt dót. Davíð, þú ert með fasteignarsala á hliðina. Já, en bara kaupa þér eitthvað húsnæði. Ég vantar eitthvað sem getur borgað sjáðu til. Já, minna. Þetta er Fúsi er ekki maðurinn í það. Þetta er svona sjálfboðinu hjá okkur, við sjáum og náum að fjármagna okkur á því við leigjum tæki og búna til kvikmynda og sjónvarpsfyrirtækja þegar það svoleiðis er. Þið eru bara upp í Guðnesi hjá Ánum Baltzar. Það segir sér sjálft. Já, ok. Það er hér með komið út. Já, ok. En það er 65 ára ætla ég að labba yfir í þetta verkefni. Og þá ætla ég vona þess að ég sé hættur í börnunum og einhver annar betri en ég verði tekin við og haldi áfram að... Betri veit maður ekki, en kannski svona yngri og með hennin eldmót sem til þar. Segir sér gamall. Nei, alls ekki. Herru, ertu með einhver loka orð? Árum við förum í nokkur orð frá sponsorum og svo ætlum við að leysa það út með gjöfum. Einhver loka orð? Nei, bara Guðmundur. Við getum alltaf gert betur. Já. Höfum augun opin fyrir því ef okkur finnst eitthvað undarlegt í umhverfinu og látum vita með hagsmuni barnanna í huga tölum vel lögguna og barnaverndarstarfsmenn við erum fólk eins og þið og erum að gera eitthvað besta og það á við allt fólk gerir sitt besta, það er bara mjög misjafnt hversu vel þar við getum verið ósammála það hvað er best en ég er að gera mitt besta allavega. Flott. Frábært. Herðu, all right. Maður er svo ryðgaður, Davíð. Maður er svo ryðgaður. Má ég þá færa þennan helvítis mikrofónin þá? Já, þú getur fært hann aðeins. Svo þú kemur aftur inn eftir smásund. Herðu, það er kombucha sem hefur afgerandi áhrif á þarmaflóruna. Í þarmaflórunni hefst taugakerfið og kerfið, þarmaflóran og kerfið er líka ónæmiskerfið. Ég þarf að fara að fínis þar en texta þetta. Það er rétt. Herru, já, en það er semst, ef það er jafnvægi í þarmaflórunni, þá er ónæmiskerfið að virka minn betur. Það segir sér sjálft. Svo hjálpar kombucha heilbrigðum gerlum í kviðnum. Þvottahúsið elskar kombucha. Já. Skál í vatni. Já, skál í vatni. Þetta getur stundum, eins og ég sagði, þetta svona átt að til að gerjast. Þetta var ekki gerjað, sko. Ekki þetta, ég ætla bara að vera með þetta í ísskáp. Þetta verður að vera í ísskáp. Svo er það gott CBD í Urriðaholtsstræti 24, það er opið milli 10 og 5 held ég. Já. Annars vefverslun, það er sérst gottcbd.is eða hempliving.is. Afsláttarkóði þvottahúsins er þvottahúsið með litlum stöðum, gefur 15% afslátt. Svo er það áskrifta leið, það er sérst 20% afsláttur og frí heimsending. Binding í 3 mánuði, það er alltaf hægt að bæta við að breyta vörum. Oljur, verkjakrem, þá Dr. Kent. Gott CBD fæst líka í hagkaupsverslunum og apotekum allt land. Livju held ég meðal annars. Og svo er þið náttúrulega búin að opna þessa nýju búð þarna upp í Urriðaholtsstræti 24. 200 fermetrar, allt stútfullt af hampi. Það er hægt að finna mesta úrval CBD og hampvara á landinu og ég skrifaði svo einnig hérna að þetta er ekki white label dót. Heldur er þetta alvöru vara úr heildrænni framleiðslu. Beint frá bíli, lífrænt og vottað og þetta er miklu meira en bara fancy kassar og gull-límiðar. Þetta er alvöru stöf sem þvottahúsið mæli með.
Heyrðu, og við ætlum að leysa þetta út með gjöfum og það sem við erum nú með Nei. Það löggur hafa CPD. Já, sko, ég ætla að leyfa þér að velja, sko. Það sem við erum með lögreglumann hérna, við erum með CBD dropa í sem sagt hemp seed oil sem er stútfull af omega 3, 6 og 9. Þetta er sem sagt 5% olja. Hún er ekki mjög sterk og THC magnið er býtum nú við hvað stendur ég fann að sjá svo illa? Sko ég held að sé bara pinkulítið. Þannig að þú mátt velja olju eða minna en 0,2%. Minna en 0,2. Það er löglegt. Þú mátt það. Okay. Og eða hampbolm, altså þetta er svona alliða húðkrem, þetta er full spektrum, CBD, svona alliða krem. Lose me, það er alltaf dautt. Er ekki bara einhverju sniglar í haust? Ég var bitin af alls konar, ég var komin út í lögu sko. Já, bruni eða sár eða hvað sem er, þú mátt bara rauninni velja. Ég set ekki kremi, takk. Er það ekki? Ég er bara búin að prófa dropana og þeir virkuðu ekki á mig. Þið virkuðu ekki á þig? Nei. En varstu ekki að setja það undir tunguna? Jú, Okay. Akkurat, á henni fór að sofa. Og virkaði ekki? Nei, ég fann ekki breytur. Ég er reyndar sko, ég er Sinsínu og oljumæður sko. Já. Nú taka svoleiðis í mörg ár. Okay. Þannig ég held að það sé búið að rétta mig alveg þannig að það sé ekki. Það er ekki Þú ert vissum að þú vilja ekki pröfa aftur? Alltaf þú nota kremi, má ég ekki fá kremi? Ef við ekki bara gefum bæði. Við gefum honum bæði. Bara í þáu hagsmuna barna. Þannig að við viljum að þú sofir, hann sett útkvíldur, hann getur leitað að börnunum betur. Takk fyrir að vera. Herru, Guðmundur Fylkisson, bara takk fyrir að koma í þvottahúsið og með í mátturinn vera með þér. Takk fyrir hérna. Takk fyrir mig. Takk. Frá náttúrunni til þín. Gott CBD er einfaldlega betra.